Já, komið sæl. Við liggjum í göldum loftmassa og hitatölu báru þess víðamerki í dag. Nú síðdegis að þá var frost 16 stigi innsettum við hér á suðvesturhorninu og geti jafnvel átt eftir að harðna en freka þegar líður á kvöldið. Og loftþrýstingur var nú svona kannski í herralagi, það var allan að hæðarhryggur yfir landinu, en þetta nú alltaf breytast þegar líður á kvöldið, nóttuna og morgundaginn þegar við erum með lægð hér suðvestur undan sem að svona pressar á og svona loftþrýstingur hann fer lækkandi og það mun hvessa þá fyrst suðvestan til á landinu. Og hvað varðar síðan þá hitatölur að þá einnig viðbúið að svona það muni smá sem að draga úr svona mesta kuldanu þegar líður á morgundaginn. En bæði það að náttúrulega kemur meiri vindur inn í myndina og það dregur jafnframt víða yfir, dregur ský og himmi svona þegar líður á daginn og það hindrar varmatap frá jörðu. En svona nærmyndinu klukkan 7 þá sjáum við að það var nú bjart viður víðast hvar á landinu, svona fyrir utan norðaustur horn landsins, þar sem var lítið sáttar úrkoma einnig á ferð, en við sjáum hvernig þegar við gerum hreyfimyndina að það mun bæta smá saman í vind þegar líður á nóttina hér suðvestan til og styttist í skil hér rétt suðvestur af landi. Þau allan eins og spár að kerast núna ætla ekki að koma inn á ströndina, en það þarf þó lítið að breytast til þess að við fáum einhverja úrkomu frá þessu skilum inn á suðvesturhornið. En klukkan 14 á morgun verður nú svona mestu leyti bjart veður á vesturhelmingi landsins og búið kannski að draga svona úr mesta frostinu hér sunnan til á landinu. En talsvert frost fyrir norðan, skýjað að öllu leyti eða miklu leyti fyrir austan og þar mun geta einhverjar úrkomu á köflum. Og svo heldur áframurinn að bæta í vind svona allan að heilt yfir á landinu þegar líður það sem eftir lifir morgundagsins og við sjáum að það getur verið jafnvel tölur svona úrkomu ákefð í á Suðausturlandi þegar þessir bakkar detta inn þar. En á 50 þá sjáum við hitatölurinn svona almennt sig á láglendi komnar í kringu núllið, kannski eilítið meira frost á Norðurlandi og þá sérstaklega inn til landsins og skýja með köflum, meiri raki í þessu, meiri skýjamyndun og áfram austlæg eða norðaustlæg átt sem við getum alveg fundið vel fyrir á köflum og síðan frá 50 og fram til föstudags þá ætlar vindátt að verða smá saman norðlægari. Það dregur aftur kaldara loft hér til suðurs yfir landið og kólnar því í veðri sem við sjáum þá berlega í spákortinu fyrir föstudaginn. Orðið daggott frost víða land, einna helst að það ná að slá rétt í núli eða yfir núli hér allar síðst á landinu. Bjart veður á suðvesturhorninu, skýja svona að mestuleyti en ekki að finna mikla úrkomu í þessu korti og ætlar að vera áframhald síðan á þessari norðlægu átt þá eða norðaustlægu þá á laugardaginn, þó minni úrkomi þessu eitthvað lítilsháttar snjókoma á Norðurlandi en bjart veður hér sunnan heiða og kalt í veðri. Og það svo sem víðar kalt í veðri, við sjáum að til að mynda höfuðborgum Norðurlandana fyrir utan Kaupmannahöfn, þar nú daggott frost í kortunum fyrir morgundaginn og gæti jafnvel snjóa til að mynda í Oslo. Og spáin gerir ráð fyrir töluvert frosti til að mynda í Varsjá, en það nú mjög kyrrt loft og óstöðugt veður hér yfir Miðjarðarhafi austanverðu, en ágætis veður svona helt yfir Íberíuskaga þar sem að þó nokkuð kalt og hugsanlega kaldara en þeir Spánverjar eiga að venjast. Og á Kanaríum að þá ætlar að vera nokkuð áköf norðaustanátt, getur ringt á köflum allan svona á norðurhluta eyjana eins og þessi spátákn gera ráð fyrir, en í Bandaríkjunum að þá nú notalega veður hér í Suðurríkjunum hiti 20-25 stig nokkuð víða og þegar við fikrum okkur hér norður eftir þá sjáum við að það nú kólnar eðlilega þegar norðar dregur, en þó ekkert óeðlilega kalt í Kanada, bara vægt frost í þessum 3 borgum sem þar eru nefndar. En hvað var það veður hjá okkur á morgun, þá verður nokkuð áköf austanátt og svona minnkandi frost þegar líður á morgundaginn. Verið sæl.